Jæja, alltaf gaman að sjá annar. En ég er með svona hálfgerða maníu. Já, kannski mikla maníu, ég veit það ekki. Það sem ég langar til að segja ykkur í Ölfusá, frá Selfossi og þar niður að sjó. Ég fór þar, ég man ekki hversu gamall ég var, einhver staðar undir 10 ára, þá fór ég og pabbi og frendi minn, fórum frá Eyrarbakka inn á Ölfusá, veiða fiska. Ég fekk hérna einn góðan silung og svo einn lítinn silung, pínulítinn silung. Og pabbi og frendi minn, þau fengu ekki neitt, enga fiska. En svo þegar við komum heim og þá bara fórum við að éta hann, þennan silung, ekki hennar litla. Við settum hann í frystingu bara til þess að vera með hann, sjá hann eitthvað. En ég hef oft farið í Ölfusá. Þarna fékk ég einu sinni góðan lax. Það hafði ekki verið svona 5-6 pund. En fengi voðalega lítið Ölfusá, en ég hef oft farið þangað bara og vera þar og kíkja á þetta. Svo fór ég einu svona Selfoss, þá fór ég að kíkja á eitt þar. Að öll klósett, það sem fólk er að gera við klósettin, það er allavega tvennt, jafnvel þrennt. En þá fara öll þessi rör bara beint í ána, Ölfusá. Stokkseyri og Eyrarbakka líka. Og þegar ég fekk að vita það, þá fer ég aldrei að veiða fiska í Ölfusá. Ekki nálægt það. Ekki neitt. Já, kannski þegar það er komið, eins og það var gert í Boston, og svo er búið að gerast á höfuðborgarsvæðið, eitthvað. Það er allavega í Reykjavík. Þá fer ég Ölfusá, 50 ára seinna, til þess að veiða fiska. En þá væri ég orðinn 106 ára. Þannig ég fer aldrei í Ölfusá. Þetta er ógeðslegt. Og þetta er líka eins og Eyrarbakka og Stokkseyri. Þar eru rörin frá klósettum. Það er innan við meter út í sjó. Þannig að það er alls staðar þetta bara. Bið ykkur hausa.